Til hamingju Ingbergur, þú ert vel að þessu komin. Nú, næst ætla ég að biðja Írisi bæjarstjórnum að koma upp en áður það langar mig til að þakka fyrir frábæra mætingu hérna í kvöld. Það fyrir mig persónulega hefur verið bara óendanlega gefandi og gaman að vera pínulítið hjól í þessari keðju eða í þessari vél sem hefur orðið til með fyrir framgöngu og framtak Ingibergs. Enn og aftur Ingibergur til hamingju og Íris gjörðu svo vel og takk fyrir mig. Byrjar að ískra. Ég að reyna að standa fyrir að halda. Þetta svona áhættu atriði að vera meira á mikrofónu. Já, það var enn meira áhættu atriði en á þessu. Þú lofaði karaoke-laginu? Já, það vill enginn heyra mig syngja fyrst. En kæru Eyjamenn, það mér mikil ánægja að vera hér fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar og heiðra Inga Berg Óskarsson nákvæmlega á þessum degi. Því í dag minnumst við þess að það eru rétt 52 ár liðin frá því að eldgos braust út á Heimaey. Og það alveg rétt það sem Ási segir áðan. Ég veit að mörg ykkar hafa farið tilbaka til þessa tíma eftir að hamfarirnar hófust í Grindavík. Og ég þekki það bara til dæmis á mömmu að þetta yfir minningar sem eru margar hverjar mjög sárar. En það ómetanlegt afrek hjá þér, Ingibergur, að leggja allan þennan metnað í að freista þess að safna saman og skrásetja yfirlit yfir alla þá tæplega 5.000 Eyjamenn, að því eins og fram hefur komið þá urðu nokkrir eftir, sem yfirgáfu Vestmannaeyjar þessa örlagaríku nótt. Frosti gerði vel grein fyrir því hvernig Ingibergur hefur tekið þetta saman, bátar, heimilisfang, aldur og svo framvegis og svo auðvitað myndirnar sem búið að safna á bátunum og svo uppbyggingunni og margt annað sem tengist gosnóttinni og lífinu fyrst eftir að hafa snúið aftur heim. Fyrir þetta afrek, Ingibergur, að því maður þarf pínu að vera brjálaður að vera með þetta á heilanum og Tenerife líka, að þá stöndum við Vestmannaeyingar í þakkarskuld fyrir þig. Að því það svona framtak þegar við finnum hjá okkur sem einstaklingar að við getum skilað svo mikið til samfélagsins. En mér þykir alveg ótrúlega vænt allar hinnar ólíku frásagnir sem þú hefur náð að safna saman og eins og hér hefur komið fram enn verið að safna. Þannig að hver einn og einasti sem þurfti að fara frá Eyjum þessa örlagaríku nótt á sína sérstöku frásögn. Og það má ekki gleymast. Jafnvel þau okkar, Ási, ég aðeins að fara með sömu línu og þú, jafnvel þau okkar sem voru of lítil til að muna atburðina sjálfa, eigum minningar sem aðrir hafa sagt okkur. Frásagnir fjölskyldunnar orðnar lifandi veruleiki í okkar lífi og oft erfitt að greina þar í sundur. Það sem aðrir sögðu og hitt sem aðrir upplifði sjálfur. En ég reyndar alltaf ekki að þykjast muna neitt. Ég var eins árs og mínar minningar koma frá öðrum. Þannig ég þarf ekkert að vera í vafa. Ég var ekki 17 og nýkomin með bílpróf á sín. En ég var, eins og ég segi, nýorðin eins árs þann 23. janúar 1973 og ég á margar sögur tengdar gosinu. Og eins og við, og þegar ég horfi hérna yfir, mjög margir eiga. Og það misjafnt hverju fólk man eftir. Mér fannst þetta gott með stígvélin áðan á sig. Það svona skrýtnir hlutir sem festast í minni. En mamma og pabbi sögðu mig frá því að þessi nótt var fyrsta nóttin þeirra, þau voru nýflutt í Viðey á Vestmannabrautinni og voru ekki búin að taka upp úr öllum kössum og svona. Og svo kemur Hansína, systirna mömmu, og byrjar að berja utan á hurðina þarna nóttina. Og þau voru nú bara algjörlega á því að nú væri hún bara að koma á partí og var örugglega full og þau ætluðu sko ekki til dyra. Og fóru ekki til dyra. Svo endaði með því að henni, bróðir pabba, kemur og skipar þessar litlu fjölskylda fyrir að taka saman sitt hafitask, það sem komið gos.
Og þá var þetta Hansína ekkert að rugla neitt, hún var bara að reyna að bjarga systur sinni, Mávi og litla barninu. En það samt sko, mamma trúði þessu ekki alveg og hún sagði alltaf, og ég tengi líka við það hjá þér Ási, mamma var algjörlega viss um það að þau væru bara rétt að fara út fyrir og myndu svo bara aðeins bíða og koma tilbaka. Þannig hvað tók frúin með? Eina blei og einn pela og dressi sem ég var í. Hún var með 1 árs barn, komið 7 mánuða á leið, tók engan farangur. Ekki skynsamlegt eftir á. En þetta var bara áfallið sem fólk var fyrir, það einhvern veginn hugsaði ekki. En við eigum líka bara, og það sem að satt svolítið í mér, það sem mamma talaði að það væri svo ofsalega minnistætt, það var gangan niður á Höfn. Hún sagði æðruleysi sem var, þögnin, þegar fólk labbaði saman. Hún sagði það sat einhvern veginn alltaf í mér að við löbbuðum í þögn. Og örugglega hefur það verið sko að enginn sem var að labba þarna var í rauninni átt að segja á því hvað þetta þýddi, hvenær komum við aftur, nema mamma hélt náttúrulega hún væri komin til smástund. En einhvern veginn þetta, hún sagði að þessi tilfinning, ég hef einhvern veginn aldrei fundið hann aftur, hún var rosalega skrítin. Og þetta svona það sem situr í mér tengt þessari nótt, það sem mamma og pabbi sögðu mér. En aftur af þér, stjörnu dagsins og kvöldsins. Leið og Vestmannaeyjabær þakka þér, Ingibergur, fyrir eljuna við þetta stóra verkefni. Þá ástæða til að þakka einnig öllum þeim sem koma að því að setja efnið upp með þeim hætti að það nái til sem flestra með nútíma tækni. En eins og við sáum, þá verða gögnin aðgengileg á heimaslóð, en þau verða jafnan varðveitt í safninu hjá Kára, sem betur fer, þið vitið að Kári passar allt sem á pappír og svona, og mjög góður í því. En það þarf að halda verkefninu áfram, eins og hægt og með aðstoð og líka undir forystu Ingabergs, Ómars og Frosta og annarra sem nefndir hafa verið. Ingibergur hefur unnið ótrúlegt starf, en það enn hægt að finna aðeins meira, draga fram aðeins fleiri frásagnir og myndir af þeim sögum með breyttum blæ eða kannski annarri framvindum. En við sem erum hér, og margir aðrir, að við skilgreinum okkur sjálf sem Vestmannaeyinga svolítið út frá þessum atburði. Við getum rifist allt og við getum verið sjúklega ósammála og gert læti út af fullt af hlutum. En það hvergi betra að vera og eiga heima þegar eitthvað bjátar á en í Vestmannaeyjum. Þegar á þarf að halda, þá stöndum við saman og ég held að þetta veganesti, þú voru ánægð með þetta Kári, ég held að þetta ná næstu við aftur til Tyrkjarálsins, en þetta, þegar við lendum í því að erum skilgreind í rauninni sem flóttamenn svolítið, erum skilgreind að þurfa að standa saman, deilum þessari hræðilegu reynslu á þessum tíma, það gerðist eitthvað með þessa samkennd og þessa samstöðu sem við getum svo átt þegar á bjátar. Og við erum mjög rík og ég má þakka fyrir það. En fyrir okkur þessi dagur lifandi veruleiki og verður ávallt. Einmitt þess vegna þarf og verður hvort tveggja í senn að gera ávallt aðgengilegt eins og frekar kostur öll þessi ótrúlega verðmæti sem tekist hefur að ná í og halda áfram á meðan vonir frekari heimildir. Ingibergur byrjaði verk sitt fyrir meira en áratug og gat að því náði í margt það sem horfið núna. Það má aðeins velta sig fyrir sér hvernig þetta hefði verið og hvað við myndum vita og hversu mikið fátækari við værum Vestmannaeyingar ef þú hefðir ekki lagt á stað í þetta verkefni. Dagurinn í dag vissulega engin svartnættis dagur, enda þó hann standi í skugga af mikilli sögu. Okkur var gefið tækifæri til að snúa tilbaka og það var ef til vill engin vitglóra í því á þessum tíma að snúa tilbaka og við komum tilbaka allt kolsvart. Maggi Bæjó var náttúrulega búin að plata allt og sagði allt var orðið grænt og mamma trúði því og kom hingað og það var náttúrulega bara allt svart. En seiglan og ástríðan fyrir heimkynnunum reyndist sterkari en heilt eldgos í bakgarðinum.
og smá saman byggðist aftur upp þetta einstaka samfélag sem við þekkjum í dag. Fyrir það vil ég þakka og fyrir þá vinnu Ingibergur Óskarsson sem þú hefur lagt á þig til að varðveita og miðla áfram minningum sem aldrei mega gleymast. Þá ætla ég að biðja þig að koma hérna upp og fá að afhenda þér lítinn þakklætisvott fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar. Ég ætla að fá að byrja á þessum blómum og svo alltaf svo vandræðalegt að búa að afhenda einhverjum blóma því svo þarf að afhenda eitthvað annað og þannig þið verður bara með okkur í þessu verkefni. Kæri Ingibergur, til hamingju og hafðu þökk fyrir þitt ómælda starf sem þú hefur gert og gert okkur ríkari. Og svo ætla ég að fá að setja hérna Erna vilt aðeins hjálpa mér. Þá nota ég kennararöddina. Ég ætla að fá að næla í hann skjaldarmerki Vestmannaeyja með þakklæti fyrir það hvað hann hefur gert fyrir. Svo fær hann smá í umslagi glaðning sem hann getur glatt frúna og sagt þetta fékk ég nú í kaup fyrir að gera þetta allt saman. En kærar þakkir fyrir að vera með okkur hérna í kvöld. Þetta var yndislegt. Þetta nóttin sem má aldrei gleyma en við eigum líka á sig að taka undir það með þér. Við eigum líka að varðveita það sem gladdi okkur á þessum tíma að því til þess að geta komist yfir erfiðleika þá verðum maður að finna gleði. Takk kærlega og eigum við ekki bara að klappa fyrir okkur á þessum degi og takk fyrir að koma aftur heim. Nú ætla stjarnan að fá að tala. Ég ætla bara að þakka fyrir þann heiður sem mér er veittur inn í kvöld og þetta náttúrulega ger ég ekki einn. Það eru hérna flestir hérna inni hafa komið að þessu einnan hátt. Helga byrjaði með mér hérna og þannig að ég er bara þakka fyrir mig.